Skautafélags Akureyrar í liðinu velkomin á leik Skautafélags Akureyrar Fjölnis í bestu deild karla. Við byrjum á því að kynna lið gestanna. Númer 50 er Tómas Hekkonen, númer 1 Þórir Hermann Aspa, númer 2 Jón Albert Helgason, númer 4 Kristján Þór Jóhannesson, númer 10 Birgir Ragnar Einarsson, númer 84 Hektor Logi Rósson, númer 18 Freyr Bogen, númer 23 Jere Kokalanen, númer 9 Róbert Freyr Pálsson, númer 27 Falur Birgir Guðnarsson, númer 25 Hilmar Benedikt Sæðarsson, númer 15 Viktor Svavarsson, númer 14 Bergþór Bjarni Ágústsson, númer 11 Sturla Snær Snorarsson, númer 92 Gabriel Egilsson, númer 72 Pétur Ingi Egilsson, númer 21 Baldur Mortensen, númer 28 Greipur Rangsson, númer 29 Guðmundur Freyr Helgason, númer 22 Gunnsteinn Birgisson, númer 26 Elías Bjarnason. Aðalþjálfari liðsins er Gunnar Guðmundsson. Og þá kemur við lið heimamanna. Númer 35 Róbert Andri Sigurðsson, númer 55 Jakob F. Jóhannesson, númer 10 Jóhann Leifsson, númer 8 Arnar Helgi Kristjánsson, númer 28 Gunnar Hafberg Rúnarsson, númer 22 Róbert Delvold, númer 91 Róbert Máni Hafberg, númer 18 Ormur Karl Jónsson, númer 11 Pétur Elvar Sigurðsson, númer 13 Uni Steinn Sigurðsson, númer 14 Bjarni Kristjánsson, númer 27 Marek Nikosson, númer 71 Aron Gunnar Ingason, númer 25 Ingvar Þór Jónsson, númer 19 Andri Már Mikaelsson, númer 6 Heiðar Gauti Jóhannsson, númer 23 Hafþór Andri Sigurðarsson, númer 89 Agnar Dag Agnarsson, númer 16 Daniel Snær Hervæjar, númer 87 Stefán Darri Guðnarsson, númer 96 Matthías Már Stefánsson, númer 7 Bjarki Þór Jóhannsson. Þjálfari liðsins er Björn Már Jakobsson og aðstoðarþjálfari Sigurður Sigurðsson. Dómari liðsins er Gunni Helgason og honum til aðstoðar eru
Góðan daginn og velkomin á leik meistaraflokks karla í SA og Fjölnis. Ég heiti Sveindís. Og ég heiti Assa. Við ætlum að lýsa leiknum fyrir ykkur í kvöld. Gjörið þið svo vel. Jæja, fyrsta face-offið. Assa vinnur það. Arnar sendir pökkinu og Robby fortjekkar. Birkir fer upp með pökkin fyrir Fjölni og skýtur og skorar. Ok. Þetta tók nú ekki langan tíma. Nei. Robby fortjekkar. Birkir fer upp með pökkin fyrir Fjölni og skýtur og skorar. Ok. Jæja, Víkingar verður nú eitthvað að vakna ef þetta ekki að enda svona. Já, Víkingar vinna þetta uppkast. Pétur með pökkinn í varnarsvæðinu. Reynir að setja hann út. Það er því ekki. Pétur keyrir upp með pökkinn. Marek er með honum. Uni með pökkinn og skýtur. Uni með pökkinn í horninu. Setur hann niður á Bjarma. Bjarmi og Marek. Hann er ekki alveg sendingun en Mikil barátta þarna. góð barátta. Nær pökknum vel. Uni komið með hann. Setur hann upp á Heiðar. Heiðar skýtur og það er varið. SA vinnur þetta uppkast, Ingvar með hann og skýtur. Bjarmi fer upp með pökkinn fyrir Fjölni. Kemur hann út á svæðinu. Pökkurinn kominn inn í varnarsvæði SA. Ingvar setur hann upp á Haffa. Þeir farin í sóknarsvæðið. Heiðar með pökkinn. Markmaðurinn fristir pökkinn. Mjög jafnt uppkast þarna en Matti nær pekkinum. Jói með hann upp á bláu. Keyrir inn. Setur hann upp á Stefán sem er á bláu línu. Stefán skýtur en það er blokkað. Stefán fyrir pressuna.
En Fjölnisleikmenn ná honum út. Hector fyrir pressuna mútið Essa. Bjarki setur hann niður. Essa með góða pressu í sóknarsvæðinu. Baráttu upp í ramman hann pökkinn. Fjölnismenn kom út með hann, Hector. Setur hann yfir á Jón Albert. Robby Páls með hann baka markið. Hann sendir hann. Fjölnisleikmenn farin í svæðið en Essa með góða vörn. Robby kom með pökkinn. Setur hann á Robba Hafberg. Ormur reynir að ná hann út en já. Ormur ennþá í baráttu þarna, nær honum út. Og Robby kominn í pressuna. Hann er póknum. Unnan er ekki alveg sendingunni þarna en þeir ná að halda honum SM-menn. Vel gert, góð pressa, Unni með smá pyrring þarna, það er alltaf læg. Getur komið með hann. Og Essa leikmenn aftur komnir inn í svæðið. Og Unni á fullri ferð í pressuna. Falur með hann, setur hann yfir á Bjarma. Fjölnismenn skauta með hann upp. Falur fer með hann inn. Bjarmi með gott Skítur. backcheck. Unni kom með pökkinn, setur hann í ramman og alla leið. Marek er fyrstur að ná honum. Gerir mjög vel. Setur hann upp á Aron. Aron tekur skotið. Góð varsla hann hjá markmanni Fjölnis. Falur með pökkinn. Droppar hann niður á Kristján Hóar. Hector skautar í pressuna á móti Aroni. Baráttu pökkinn þarna, hann er kominn í hornið. Robby með hann og setur hann bara djúpt. Ingvar pikkar hann upp baka markið. Freyr er komið með hann. Hann skautar bara sjálfur og skýtur. Hann fyrir með tækningu upp á bláu. Hector skautar á eftir pekkinum. Reynir að setja hann djúpt. Heiðar með góða pressu hérna og fer fyrir aftan markið. Setur hann upp á Arnar og Arnar fer upp. Og það er icing. Hann reynir að koma honum að haffa en Það er uppkasti í varnarsvæði Essa. Essa vinnur það. Jói skýtur hann bara upp ramman og það er önnur icing. Þannig að það verður annar uppkast í varnarsvæði Essa. Fjölnir vinnur þetta, fer á Bjarma og Bjarmi skýtur en Robby ver mjög vel. Annað face-off. Jói með pökkinn í horninu, setur hann bara niður á Fjölnismann. Góð pressa í Fjölnisleikmönnum. Pökkurinn í slottinu, Bjarmi skýtur, en það er blokkað. Góð baráttu hjá Bjarka, Stefán skautar upp með pökkinn, en hann er stoppaður.
Arnar skautar á eftir pekkinum og það er æsing. Robby vinnur þetta uppkastið á Pétur en Fjölnismenn á hann út úr svæðinu en Bjarmi er fljótur að ná pekkinum aftur. Bjarmi með pekkin, setur hann yfir á Viktor. Unnar missir pekkin hann að bláu og já. Pökkurinn fyrir ekki út af. Nei. Svo lítið subbulegt spil hjá S-engum en þeir koma nú inn í svæðið. Ormur skautar á eftir pekkinum. Robby með hann, setur hann niður. Robby, markmaður, stoppar pekkinum baka markið. Pétur skautar upp með pekkin, setur hann í ramman upp á Marek. Hann fer með hann inn í svæðið. Marek er með góða stjórn á pekkinum, reynir að setja hann inn en það er enginn til að taka á mót honum. Balur nær pekkinum, setur hann upp, reynir að setja hann upp en Uni nær honum. Uni fyrir fortsekkið. Pétur skautar á eftir pekkinum. Ingvar með hann. Bara að róa niður leikinn. Ingvar fyrir upp með pekkin. Setur hann á Andra. Ingvar aftur komið með pekkin. Þeir bara sjálfur inn. Robby Páls setur pökkinn upp ramman en Daniel nær honum og setur hann niður á Heiðar. Barátta í horninu þarna. Og pökkurinn er kominn út. Heiðar setur hann upp. Haffi með hann, skautar með hann inn. Á móti Birki. Og Andri skýtur en Tómas ver. Robby setur pökkinn yfir á Viktor og Viktor setur hann út en Arnar er fyrstur í hann. Setur hann upp á Matta. Jói kom með pökkinn, setur hann yfir á Arnar. Arnar dömpar hann inn en það er enginn til að ná í hann. Robby með pökkinn, skautar bara upp, setur hann á Hector. Bjarki dömpar pekkinum inn. Og þeir fara í skiptingu. Bjarmi með pökkinn. Já, skýtur í æsingu. Já, reynir einhverja tversendingu en það virkar ekki alveg. Essa vinnur þetta en Arnar missir hann út úr sóknarsvæðinu. Setur hann inn aftur og Robby Hafberg er kominn beint í pressuna. Bjarmi kom með pökkinn. Já, pökkurinn er kominn í sveið hjá Essa. Hilmar er með pökkinn hann að neyri. Arnar skautar upp með pökkinn, setur hann upp á Robby Hafberg. Robby er fyrstur í pökkinn. Aðeins misskilningur þarna. En þeir ná að halda honum inni. Haffi með pökkinn, setur hann beint á Orm. Nei. Ormur með pökkinn, setur hann niður á Robby. Viktor í pressunni. Og Ormur aftur komið pökkinn og skýtur en Tómas ver.
vinnur þetta uppkast, Ingvar með hann upp á bláu, setur hann niður á Marek, Robby í pressinu móti Marek. Marek heldur hann mjög vel. Góð pressa hjá Robba. Ingvar kom með pökkinn, setur hann aftur niður og... Já, Það er dómur. það er dómur. Holding á Robba Páls. Herðu. Power play á SA-menn. Þeir nýta þetta. Uni vinnur þetta upp á Orm. Ormur setur hann yfir á Unnar. Nei, Ormur missir hann út úr svæðinu. Út úr svæðinu? Flott pressa hjá Hektor hérna. Já, það var þetta mjög góð pressa en frekar lélegt hjá SA-mönnum. Já. Robby reynir að snúa Hektor af sér. Og hann nærði. Já, brunar bara upp um pökkinn. Gerir þetta bara sjálfur. Já, fer bara fram hjá Það er oftast best. Já, Unnar nær að halda hann minni. Já, mjög vel gert þarna. Robby aftur kom með hann. Og hann heldur honum. Setur hann inn en Fjölnisleikmenn á honum. Uni í baráttunni fyrir frá markið. Robby nær ekki að halda hann minni. Mjög vel gert hjá Fjölnisleikmennum. Gott PK. Já. Jói kom með pökkinn, Arnar með honum. Jón er að pressa, Jóa. Já, Jói, nei, Arnar missir hann út. SA vinnur þetta og Arnar fær pökkinn og hann átti bara upp. Situr hann á markið og Bjarmi nær pökkinn fyrir aftamarkið. Bjarmi tekur hann reynda bara. Talandi það eru 2 Bjarmar og þeir eru báðir með 14. Bjarmi með pökkinn, setur hann upp á Arnar. Arnar yfir á Jóa. Arnar bara með hann upp á bláu, situr yfir á Robby. Hann bara skýtur og pökkurinn fyrir út af svellinu. SA á 11 sekundur eftir í powerplay, þannig til að 50 maður Fjölnis kemur inn á. Og Arnar tekur skotið. Jói setur hann niður á Marek og pökkurinn fyrir út úr svæðinu. Og Róbert er kominn inn á fyrir Fjölni. Það ætla Jói að sína sig aðeins. Gerir mjög vel með pökkinn. Setur hann á Una. Uni tekur skotið en vel varið hjá Hilmari. Viktor skautar upp með pökkinn, hann er með 3 í sér. Ennþá með pökkinn samt. Setur hann niður á Hilmar. Vel varið hjá Robba. Mjög vel gert hjá Hilmari og Viktori. Fjölnir vinnur þetta en Andri kominn í pressuna strax. Hafði situr hann upp á Andra. Andri er farinn á meðan
brunarinn á markið. Þarna kemur dómur á Fjölni. Tripping. Já, þetta var rétt. Hann Pétur. Það ekki. Jú, þetta er Pétur. Annað powerplay fyrir SA-inga. Robbi setur hann niður á Andra. Ormur með hann með bláu yfir á Unnar og Unnar skítur en það er varið. Unnar nær pekkinum hana, setur hann upp á Orma bláu. Unnar komið með hann aftur. Ormur fyrir skotið. Heyrðu. Alveg barátta hana fyrir frammarkið, þannig átt að vera. Það er komin slagur, heyrðu. Já. Hann er farin að knúsa hann eitthvað. Ó! Já. Það er oft gott bara að slá þetta út. Heyrðu. Þetta voru frændinir, Bjarmi og Uni. Það er einhver hítið þarna á milli. Smá pirringur en er það ekki bara það sem að gera þetta spennandi? Uni vinnur þetta uppkast og Robbi er með hann. Já, Unnar komið með pökkinn, niður á Andra. Flott spil hérna í gangi hjá SA. Heyrðu. Hvað er þetta mark? Heyrðu. Nei, Guðni segir þetta sé ekki mark. Dómarinn dæmir, það er svoleiðis. Já. Það er víst. Hvort það sé leiðilegt þá hefur hann the final say. Já. En þetta var flott spil hjá SA Víkingum, vel gert hjá þeim. Robbi vinnur pökkinn og Jóa. Góð pressa hjá Sturla. Arnar skautar upp með pökkinn, fer bara sjálfur inn. En flott hjá Jón Alberti og nær honum út. Jói með pökkinn, skautar upp. Heldur hann þá í hann, snýr við. Flott pressa á Fjölni, þeir eru að standa sig vel. Mjög góð pressa. Bjarmi með pökkinn, Og hann ætlar bara að fara. Já, já, flott Bjarmi. Mjög vel gert. Já, skaut það bara. Það er enginn að hjálpa honum sem. Hvar er allir? Það situr hann upp á Robbi. Robbi reynir sendingu hana en Freyr kemst í hana. Fjölnisleikmennir eru búin að vera mjög sterkir í pressin í varnarsvæðinu. Heyrðu! Það er marki á Arnari og Hoppa, þetta var vel gert hjá þeim. Robbi reynir sendingu hana en Freyr kemst í hana. Fjölnisleikmennir eru búin að vera mjög sterkir í pressin í varnarsvæðinu. Heyrðu! Það er marki á honum inn, vel gert. Fjölnismenn vilja meina að þetta hafi verið rangstaða.
pressun í varnarsvæðinu. Heyrðu! Marki á Arnarsson. Já, Fjölnismenn voru eitthvað ósáttir með þetta en mér sýnist bara markið ætla að standa. Guðin er að tala við þjálfarana núna. Jæja, þá byrjar leikurinn aftur. Fjölnir vinnur þetta uppkastlega. Getur nær pekkinum, Bjarmi skautar inn. Mjög góð pressa hjá Bjarma en Fjölnisleikmenn ná að halda pekkinum og eru komnir með hann fyrir aftan markið sitt. Marek með pressuna. Fer aðeins eitthvað annað að íta en Ormur tekur skoti og Tómas ver. Ormur setur pökkinn djúpt en Robbi Páls nær að stoppa Marek af. Pétur setur pökkinn niður. Fjölnismenn skauta með hann upp. Rangstaða. Andri setur pökkinn yfir á Haffa, Haffi kominn inn í svæðið, tekur bara skotið. það fer yfir en Heiðar komið strax í pressuna og Andri með pökkinn. Sendir á Ingvar og Ingvar snýr við. Setur hann yfir á Andra. Andri skautar aftur pekkinum á móti Pétri. Pétur var aðeins sneggri en Andri gerir mjög vel. Heiðar með pökkinn fyrir frá markið, tekur skotið en Tómas ver. Hann er að standa sig vel í markinu. Já, hann er það. Heiðar vinnur þetta uppkast en Fjölnismenn ná honum samt út. Sturla skýtur á markið. Aron nær pekkinum. Bjarmi með hann upp á blái, setur hann niður og Ingvar er fyrstur í hann. Bjarmi nær honum aftur á blái. Heiðar með, Ekki halda honum inni. Heiðar með góða pressu á bláu línunni. Ingvar setur hann yfir á Heiðar. Heiðar skautar bara inn. Þarna flott póktekki á Viktori. Arnar með pökkinn, fer með hann inn og dömpar honum út af svellinu. Kristján Hrá með pökkinn í baráttu við Bjarska upp við rammann. Mikil barátta hann um pökkinn. Matti nær honum út en Birkir er fyrstur í pökkinn og skautar með hann út.
Hector með pökkinn, skautar inn, setur hann Kristinn Rór og hann skýtur. Robby ver, Jón Albert með annan skot. Robby ver aftur. Birkir reynir skotið hérna en það fer í matta og niður í horn. Jói setur pökkinn yfir á Arnar. Arnar upp á matta, nær ekki pökkinum alveg nógu vel. Robby fyrir pressuna múti Jón Alberti, nær honum. Já, ekki pökkinu samt. Jón Albert fær pökkinn, situr hann yfir á Robba Páls. Já, Robba Páls. Robby Hafberg nær pökkinum. Reynir skotið en Fjölnismenn ná að stýra honum í burtu. Pétur tekur bara skotið en skýtur fram hjá. Robby kom með pökkinn, setur hann á Unnar. Þetta var góð sending. Flott barátta þarna. Já, taka dómarann bara með í tæklinguna. Pétur nær að halda pökkinum inni, Unnar með hann, tekur bakhandaskot og Tómas ver. Mjög vel gert hjá SA-mönnum samt í svæðinu. Héldu honum mjög vel inni. Það mætti bara halda að vera play-offs í gangi. Það er troðfull stúka hérna. Alveg galið mikið af fólki, sko. En Ingvar setur pökkinn yfir á Unna, Unni fyrir með hann inn. Bjarmi á móti Bjarma. Flott tækling hérna hjá Mariki. Það er mikið barátta þarna um pökkinn. Held nú að Bjarmi hafi fengið kylfuna í andlitið en hann heldur áfram. Já, harkar þetta af sér. Bjarmi skýlur pökkinu mjög vel, situr hann á Ingvar. Ingvar er mjög rólegur. Snýr það bara í burtu frá sér eins og enginn sem morgundagurinn. Bjarmi setur pökkinu yfir á Marek, Marek keyrir inn. Bjarmi með pökkinn. Já, heyrðu, fara bara tveir í hann þarna. Heyrðu, það er eitthvað rosalegur hiti á milli Unna og Bjarma í dag. Marek er líka eitthvað aðeins farin að rífa sig. Tógar hérna í Marek. Nei, Marek tógar í Bjarma. Mér sýnist Unni nú vera að fara í boxi fyrir þetta. Ég held að það sé alveg rétti dómur. Þetta var ekki rétt hjá honum, sko. Ég sammála dómurunum í þetta skipti. Já, gerist ekki oft það. Og Bjarmi líka. Frændurnir farnir í boxi. Það er eins gott að þessu... Bjarmi er eitthvað ósáttur við þetta, skiljanlega. Dómarinn leyfir honum ekki einu svona að tjá sig. Það er bara beint í boxið. Það er spilað 5-5 vegna þess að þetta er jöfnunardómur. Þannig að leikmennir koma út þegar það eru 2 mínútur liðnar og leikurinn er stopp. Þá fá þeir að koma inn á. Lítið eftir að leiknum. 30 sekúndur. Sekundur eftir lótunni. Já, flott vörðun hjá Arnari, vel gert. Hector heldur sem bendaði pökkinn. Jón tók skoti eða einhverjum svona sendingu, nærði ekki alveg. Jói kominn í baráttuna hérna í horni og Heiðar að hjálpa. Þá er fyrsta lóta búinn. Við sjáumst í næstu.
Robby fortcheckar. Birkir fer upp með pökkinn fyrir Fjölni. Og skýtur og skorar. Robby reynir sendingu hana en Freyr kemst í hana. Fjölnisleikmenn eru búin að vera mjög sterkir í pressunni í varnarsvæðinu. Heyrðu! Markjár.
Herðu, þá fyrir leikurinn að byrja aftur. Fyrsta feysaði Robbie á móti Hektori. Bjarmi og Uni ennþá í bóksinu. Já, en Robbie reyndi að vinna þetta mjög vel. Arnar er fyrstur í pökkinn, situr hann á Jóa. Birkir í pressunni. Ég er einmitt búinn að vera að pæla, er Jói varnarmaður? Já, Jói er að spila vörn í þessum leik. Já, ok. Þannig að það vantar bara eiginlega alla varnarmenn þessa. Ég held að hafa verið eitthvað vesen með klukkuna, ég held að hún hafi ekki farið í gang, þannig að við bara byrjum eitthvað nýtt eða eitthvað, ég veit það ekki alveg. Já, þetta er bara að byrja alveg upp á nýtt, jæja. Aftur Robbie og Hektor allavega. Já. Gaman að fá að gera þetta aftur. Já. Hektor hefur annars sens til að vinna þetta. Já. Guðni eitthvað... Nei, þeir tóku hérna einhverja sekundur af klukkunni. Já, ok. Já. Bara aftur mjög jafnt, ég veit ekki alveg hver vann þetta, en Birkir er aftur komin í pressuna móti Jóa. Jón Albert tekur skoti en Robbie ver út af svellinu. Pökkurinn fór út af svellinu. Hektor vinnur þetta. Það var bara strax skot en Robbie ver það. Núna er Robbie Hafberg að keyra upp ísinn. Robbie tekur við á honum. Dómarinn er smá fyrir þarna en... Já. Fjölnismenn á pekkinum út en Unnar er með hann. Setur hann yfir á Arnar sem fer inn með pökkinn. Setur hann djúpt. Jón Albert með pökkinn en Robbie er að pressa hann. Pökkurinn fyrir aftur út á svæðinu en Ingvar er með hann. Setur hann aftur djúpt. Á Heiðar. Hanna. Það fyrir inn í bakhandaskot en Tómas ver það. Andri sendir hann niður á Heiðar. Haffi komið með hann í horninu. Heiðar fyrir með hann fyrir aftur markið og Ingvar tekur á mótunum. Skýlur pekkinum vel, situr hann niður á Haffa. Haffi kominn í pressuna. Aron nær að halda pekkinum inni og setur hann niður. Haffi kemst fyrir þessa sendingu og Fjölnismenn skjóta pekkinum út úr svæðinu og í æsingu. Æsing. Herðu, frændurnir komnir aftur inn á og ég held þeir hafi nú búin að vera að sættast. Það er ekki bara best fyrir alla. Það er nú ekki alltaf vísum það. Lofa engu. En það er uppkast í varnarsvæði Fjölnis, Hektor á móti Matta. Hektor vinnur þetta, setur hann niður á Robba. Robbi setur pökkinn upp, Orminn er ekki að halda honum inni. Setur hann inn í miðju á Matta, Matti á Bjarka. Bjarki kom með hann inn í svæðið, þeir á móti Robba. Robbi nær honum, en Stefán tekur pökkinn. Setur hann upp á Orm, Ormur skýtur og... Þetta var vel gert hjá þessum strákum, en náðu pökkinum bara ekki inn. Fjölnisleikmennir eru mjög sterkir og góðir fyrir frá markið. Já, þannig á þetta að vera. Stefán reynir skotið. Stefán fyrir pressuna, en leifur hann nú bara að senda hann í
æsingu, já. Æsingu? Aftur. Eitthvað vesinni á markmannunum, en það er heldur komið í lag. Og Uni og Jere komnir í face-offið. Held að ég sé að segja þetta rétt. Fjölnismenn á bekkinn út á svæðinu. Arnar yfir á Jóa. Bjarmi kom með hans. Setur hann á Marek og þeir eru komin inn í svæðið. Ég er nær bekkinum. Robby komið með hann. Marek í pressuna með Una og Bjarma. Og það er önnur æsing. Uni og Jere komnir aftur í face-offið. Það er nokkuð aðeins og snöggir þarna. Og aftur. Þannig að bara mjög jafnt face-off. Bjarmi vinnur þetta eða bara. Já. En Uni komnir með, já. Já. Arnar tekur skot sem Herðu, Finnur í þetta var horn. mjög vel gert henni þar. Hann misti alveg jafnvægi þarna. Flott Marek hjá kom með Mareki. bökkinn. Arnar situr hann yfir á Jóa. Og Jói situr hann niður á Una. Uni reynir hérna að senda á Bjarma en hún var aðeins og framalega. Fjölnisleikmenn ekki alveg sátt með það sem að Bjarmi var að gera, en Markmaður er alveg brjálæður. já, held að hún er bara meira að vera hann sem var brjálæður. Já. Aftur mjög jafnt face-off, en Fjölnisleikmenn ná þessu. Og Baldur kom með pökkinn. Situr hann, það var góð sending, en hann greipur nær ekki pökknum. Fjölnismenn eru með bekkinn, er í horni. En Ingvar nær að halda honum inni. Greipur kominn á ferðina. Ég held að Robby hafi fengið þetta í andlitið. Kilvuna. Já, ég held það, en hann heldur bara áfram. Sýnist hann vera að fá high stick fyrir þetta. Já, það er rétt. Það er rétt dómur. Hann skilur ekkert. Ég held að þetta hafi nefnilega ekki verið Baldur sem hafi gert þetta, en það er eftir góðu. Var að sýta einhvern í bóksi. Þá fá SA Víkingar eitt annað powerplay. Ormur með hann setur hann á Unnar. Þeir fyrir nú að fara að nýta þetta eins betur. Þeir eru með mjög gott spil, en er ekki ná að skora neitt. Unnar tekur bara skoti en Tómas ver Robby nær bekkinum. En Þetta var mjög góð pressa hjá Fjölnisleikmönnum. Þeir eru búin að vera sterkir í píkinu í dag. Ormur er með bekkinn. Skautar. Hleypur inn sjálfur, sendur hann á Una. Unnar með hann, tekur skotið. Vel varið hjá Tómasi. Já, mjög vel varið. Ormur missir pökkinn smá hérna og Fjölnismenn ná honum út á svæðinu. Uni skautar á eftir bekkinum.
Jói er með pökkinn upp á bláu. Setur hann niður á Unnar. Unnar reynir skotið. Þetta er nú reynda Robby en... Já, Robby. Bjarmi kom með pökkinn. Fjölnis leikmenn ná honum út. Mjög vel gert. Þess að menn er ekki alveg að standa sér nógu vel í þessu powerplayi. Bjarmi snýr sér hann það. Tekur smá hring. Og setur hann upp á Jóa. 15 sekundur eftir af dómnum, þannig að styttist í 5-5. Arnar kom með pökkinn. Reynir þarna sendingu á hafna fyrir markið. Tómas. Já, herðu. Já. Það er pirringur í mönnum. Þetta ekki hafa Hilmar og Haffi. Hvað, einhver smá hiti þar. Einhver smá miskilningur þarna bara hjá öllum held ég. Hilmar farin út af og já. Er einhver pirringur á SA-köllum? Ég er ekki alveg viss samt hvað. Bjarmi fær pökkinn skítur, rétt svo yfir markið. Jón Albert skaut með pökkinn upp. Vel gert hjá Bjarma. 5-5. Og Marek er komið pökkinn, farin út úr svæðinu og hann átti bara sjálfur. En mjög góð vörn hjá honum Kristjáni. Hægt á með pökkinn, setur hann upp á Birki. Marek með mjög góða pressu og Uni til hjálpar. Birki nær pökkinum, fer fram hjá Pétri. Þeir eru 2-1. Hektor skoraði. Þetta var svo... Birki nær pökkinum, fer fram hjá Pétri. Þeir eru 2-1. Vonum að það sé alltaf lagi með Robba samt eftir það. Já, markið er allavega ekki á réttum stað. Hektor hérna datt eða var felltur inn í það. Já, var beint á Robba. Þá eru dómararnir búin að laga markið og Robby klár í slaginn. Jeri og Heiðar afsakið í feysóttinu. Þeir eru komin 3 þarna, Robby. Heyrðu, þetta var vel gert í þessum munum en ná pekkinum ekki inn. Jeri situr hann yfir á Róbert og Aron situr hann bara beint inn á Haffa sem situr hann á Heiðar en nærði ekki alveg. Robby, herðu. Fjölnismenn Mjög vel inni á Gabriel. En hann er ekki alveg að halda pekkinum.
Jere kemur og Gabriel er aftur komið með pekkin og situr hann út, en þetta hefði nátt að vera sending á Pétur. Heppnaðist ekki alveg. Bjarki þarna fremstur í pressinu hjá SM-unum. Gerir mjög vel, bara rólegur og yfirvegaður. Pétur setur pökkinn yfir á Fal og Fal er yfir á Robba. Bjarki kemst inn í sendinguna. Og Falur er komin í pressuna. Jói með pökkinn, situr hann yfir á Stefán. Bara það hann um pökkinn. Jói kemst út með hann. Vippar á móti svæðinu. Situr hann hátt á matta. Arnar setur hann djúpt og skautar á eftir hann sjálfur. Pökkurinn er komin til Jóa, hann tekur skotið Og þetta var mjög vel gert hjá Stefáni og mjög vel varið líka. Fjölnir vinnur þetta uppkast. Viktor setur hann yfir á Bjarma. Bjarmi yfir á Birki, en Pétur kemst inn í þennan pökk. Og já, Ormur er með pökkinn. Setur hann yfir á Unnar. Unnar, fyrir frá marki, en setur ekki alveg á span. Hektor skautar upp. Freyr er með honum. Hektor í mjög góðri pressu hérna með Orm, held ég. Já, Og Pétur líka eitthvað aðeins að hjálpa. Hrindir þarna Freyr eitthvað smá. Freyr er að pressunni á móti Robba Hafberg. Robbi skilur pökkinn eftir fyrir Pétur. Pétur situr hann á Orm og Orm er beitt á Robbi. Já, farin aftur. Fjölnismenn á pekkinum. Hilmar er einn á móti marki. Og ég er komin í hjálpina. Heyrðu. Oh my god. Þetta var vel varið. Já, vá, mjög vel varið. Vel gert, Róbert. Heyrðu, Ormur er þá að fara í boxið. Þið reynda vissum það ekki. Held að þetta sé einhver fýrens, er ekki alveg viss. Við erum ekki alveg með þetta á hreinu, en þú fáið að sjá það hérna á skjónu eftir smá. Þá er Fjölnir powerplay. Sjáum hvort þeir ná að nýta það eitthvað. Jere og Heiðar, hann að duttu saman í face-offinu og Haffi situr hann út, mjög vel gert. Hilmar fer inn í svæðið. Reyna að stilla upp bara. Já, gerir mjög vel með pökkinn. Þessi sending fyrir eitthvað einn. En Fjölnismenn ná að halda honum inni. Já, mjög vel gert. Og situr hann yfir á Robba. Robbi á Jere. Jere á Viktor, hann tekur skotið. Heyrðu. Þetta var smá hættulegt. Já. Já, vel gert þegar. Situr hann bara út. En Fjölnismenn fljótið og komist aftur inn í svæðið. Viktor menn tekur skotið en það var framhjá. Ingvar, fyrstur í pökkinn. Og Heiðar nær að skjóta honum út. Og Haffi er komin í pressuna. Markmanni gerir vel. Og Robbi er komin í pökkinn fyrir aftur markið. Skilur hann eftir. Jón Albert skautar á stað. Og Fjölnisleikmenn eru komin í sókn. Þeir bara sjálfur, dömpar honum inn. Dömpar hann bara inn og fer sjálfur. En Bjarmi fyrstur í hann og bara beint út. Arnar gerir mjög vel í pressinu hérna.
Kristján Hróar skautar með pökkinu upp, setur hann yfir á Hektor. Hektor yfir á Birki. Birkir skautar inn í reyni skotið en Pétur kemst fyrir. Já. Herðu, Ormur er kominn úr boxinu og fer beint að pressa. Andri með honum. Heyrðu. Þetta var nú geta verið flott. Það var góð tilraun. Heiðar með pökkinn. Setur hann á Haffa, Haffi skítur. Thomas ver. Vel varið. Skot í hausinn. Andri er með pökkinn, setur hann niður á Haffa. Haffi reynir hann að sendingu í slóttið en Fjölnismenn skautar hann. Ingvar kom með pökkinn fyrir aftan markið. Og Heiðar næri pökkinn og setur hann á Haffa. Og Ingvar setur hann bara... Já, Heiðar rétt af pökkinn hana. Já, flott tækling á Haffa. Já, mjög vel gert. Held að Fjölnisleikmann hefði nú ekki átt von á þessu en... Ingvar reynir sendingun upp á Bjarka. Fjölnismenn komast inn í hana. Robbi setur hann yfir á Pétur. Og það er æsing. Matti og Hektor í face-offinu. Og Matti vinnur, setur hann á Jóa. Nei. Hörðu, flott blokk á Frey. Og Arnar heldur hann minni, vel gert. Bjarki reynir. Birkir nær pekkinum. Setur hann. Já, Matti í góðri pressu þarna. Hektor með pökkinn. Bjarki til hjálpar. Pressa er mjög vel. Pétur skautar upp með pökkinn. Tekur skotið beint í Jóa. Það var vel varið hjá Jóa. Stefán kom með pökkinn. Setur hann niður á Arnar. Fjölnismenn komnir aftur inn í svæðið. Hann er einn. Flott skot hjá honum en Robbi ver. Jói upp á Matta. Matti nær sendingin ekki alveg nógu vel. En heldur áfram með pressuna. Það var Unnar kominn. Meðan fyrir aftur markið. Hann er reyndar alveg einn. Robbi Hafberg kominn. Hann gerir mjög vel að skila pekkinum. Þeir eru hann tveir í honum. Mikil bara þaðan pökkinn. Já, heyrðu. Þarna Unnar kemur út með pökkinn. Kristján var að kasta bara killinu sinni. Robbi tekur skotið beint í Fjölnismann. Heyrðu. Ormur komið með hann. Robbi nær að halda hann inni, setur hann á Pétur. Þetta var vel gert. Það var góð tilraun. Bjarmi tekur skotið beittur uppkastinu. Fjölnismenn, Hilmar er komið með pökkinn inn, tekur skotið, Robbi ver út af svöllinu. Það er einhver smá... Það er
aðeins að pyrrast út í hvern annan þarna er. Falur og Uni í face-offinu. Þetta voru jafntefli og Pétur kemur þarna upp með pökkinn. Setur hann inn í miðju. Og Bjarmi nær nú næstum því en Fjölnisleikmennin er aðeins komin undan. Pökkurinn kominn djúpt í svæði Fjölnis. Bjarmi kominn með hann. Skauta bara upp. Setur hann í ramman. Bjarmi er með pökkinn, setur hann, reynir að setja hann á Marek en Viktor kemst inn í. Falur með pökkinn. Þarna var dómur á Pétur, held ég. Tripping dómur, held ég. Hvaða? Smá mikið að dómum í þessum leik. Það er einhver smá hiti í þessum liðum hérna. Þeir eru Eitthvað pirraðir. Fá Fjölnir annað powerplay. Það nær ekki alveg að skjóta þessi bekki út. Haffi með bekkinn. Setur hann niður á Ingvar. Ingvar dömpar hann bara inn í svæði. Haffi er samt fyrstur í hann, segir mér. Já. Góð pressa hjá Haffa. Mjög vel gert, vá. Hektor skautar upp með bekkinn. Tveir í honum þannig, hann dömpar honum bara. Og þeir ná hann út af svæðinu og Heiðar er bara rólegur með mjög góða pressu. Hér er komið með bekkinn. Fyrir bak við mark. Bæði liðin skipta. Hér setur pökkinn yfir á Fal. Falur tippar honum inn. Hann er bara kominn inn og hann ætlar að... Ormur er fyrstur í pökkinn. Já, mjög vel gert. En Falur nær honum samt. Með góðri pressu. Robby með pökkinn upp á bláu. Setur hann niður á Jere. Hann skýtur honum bara inn. Hilmar stoppar pökkinn upp á Robba. Setur hann í Jere. Og þeir fyrir hann að fara að skjóta. Þarna kemur skot. Heyrðu. Já. Þetta var mjög vel gert samt. Gott skot. Já, mjög nálægt í. Robby nær ekki að halda bekkinu minni en er með hann. Robby skautar bara sjálfur, setur hann yfir á Jere. Hilmar komið með hann. Reynir skotið að það yfir. 5 á 5. Pétur er komin aftur inn. Ormur skautar upp með pökkinn, hann með Bjarma með sér, þeir eru 2 á 3. Bjarmi skýtur Þetta var gott skot en mjög vel varið hjá Tómasi. Ormur kom með pökkinn aftur, skýtur beint í hausinn á honum.
akkurat 2 mínútur eftir og Robby og Guðmundur, held ég, voru í face-offinu. Unnar með pökkinn, tekur skotið en það er Gylfa fyrir. Já, Robby tekur skotið. Beint upp í top corner, vel gert. Þetta var mjög, held ég, voru í face-offinu. Unnar með pökkinn, tekur skotið en það er Gylfa fyrir. Já, Robby tekur skotið. Spila hjá SA leikmönnum og flott mark. Þetta er búið að vera mjög jafn og skemmtilega leikur í kvöld. Mjög spennandi að vita hvernig þetta endar. Jói komur með pökkinn. Setur hann yfir Arnar, Birkir í pressunni. Robby komur með hann. Öppurinn fyrir á markið, Robby píkar hann upp. Arnar næði ekki að stoppa hann. Jói fær pökkinn frá markmannunum og setur hann yfir á Arnar og Arnar skautar upp. Robby nær þessari sendingu, reynir sendingu hægt ára en nær því ekki. Jói fyrstur í pökkinn, setur hann á Arnar. Unni komið með hann, skautar inn. Sending á Arnar Orm. skýtur. Hvað? Já, pökkurinn var bara á Pétri. Arnar skautar átt í pökkinu. Setur hann á Bjarma, Bjarmi skautar inn, setur hann yfir á Marek. Þetta var góð tilraun. Já, góð tilraun hefði. Unni með pökkinn, setur hann niður á Orm. Reynir sending á Bjarma, hann hefst ekki alveg, Marek er með hann. Hilmar var að pressa á hann, Bjarmi komið með hann. Flott, varnarvinna hjá Fjölni þarna. Mjög góð pressa og mjög vel gert hjá Bjarma að halda honum á. Ormur skýtur bara lengst í markið. Pétur komið með hann, hann skýtur. Jæja, önnur lota búin. Held ég, voru í face-offinu. Unnar með pökkinn, tekur skotið en það er Gylfa fyrir. Já, Robby tekur skotið. Birkir nær pökkinum, fer fram hjá Pétri. Þeir eru 2 á 1. Held ég, voru í face-offinu. Unnar með pökkinn, tekur skotið en það er Gylfa fyrir. Já, Robby tekur skotið.
er gott. Já, það er flott sko. Arnar skýtur honum inn. Það er alltaf þriðji og seinasti leiklutin eftir. Við erum bara mjög spenntið að sjá hvernig þetta fer, sko. Mjög jafn leikur. Nei, Kristján skýtur frá markið og Robby ver út af. Hilmar og Jói barðan í horninu. Arnar er kominn pökkinn, setur hann upp á Unnar. Hann setur hann upp á Robba, Robby upp á Robby. Og rétt fram hjá. Unnar nær pökkinum, setur hann niður á Jóa. Jói bara rólegur með pökkinn. Ég er í pressunni. Jói nær að snúa hann úr sér. Og skauta bara sjálfur upp. Bara alla leið. Góð vörn hjá Robba þarna. Marek fer svo í pressuna þarna. Pétur nær að halda pekkinum. Fjölnis leikmenn eru nei, ok. Ormur nær pekkinum aftur. Barátta þarna hjá Marek og Pétri. Marek er fyrstur. Ekki alveg nógu góð sending þarna á Una, en Robby kom með pökkinn, vippar hann út á svæðinu. Ormur grípur hann. Uni með pökkinn, setur hann aftur á Orm. Ormur skautar upp, setur hann á Haffa sem er einn þarna. Hvað? Af hverju verður að stoppa? SA-strákunir eru allavega ekki sáttir með þetta. Nei, ég veit ekki hvort það er eitthvað með markmanninn að gera, hvort hann er eitthvað meitt sig eða eitthvað. Heiðar á móti Hektori. Heiðar vinnur þetta og Daniel tekur skotið í stöngina. Þetta var náldi. Heiðar með pökkinn, Jón Albert í pressunni. Pökkurinn kominn upp á Aron, nær ekki alveg að senda nógu fast, en þeir ná að halda honum. Tómas grípur þennan pökk. Það var vel gert. Þetta uppkast, Haffi setur hann beint á markið en Tómas ver. Haffi kominn í pressuna, gerir mjög vel og nær pökknum setur hann herði. Aron hefði nú að láta ná þessu en Daniel með pökkinn baka markið en Birkir tjekkar hann. Heiðar með pökkinn, skautar upp. Já, koma, náðu þessu nú. Mjög vel gert hjá Jere. Góð. Jói nær að skjóta þessum pekki út. Robby kom með pekkinn. Setur hann yfir á Pétur. Nei. Já, ok, Pétur. Stefán kom með pekkinn. Fer fram hjá Pétri. Nei. Róberti, afsakið. Jæja, Arnar kom með pökkinn, setur hann yfir á Jóa. Jere fékk þennan pökk, Robby kom með hann, þeir í pressunni. Hilmar setur hann yfir á Jere, Jere kom inn. Mjög vel spila hjá þeim. Tekur til lei, setur hann upp á bláu. Pétur setur hann niður, það sem að Hilmar býður.
Hei! Þetta var vel gert það. Robby átti skotið og... Delay, setur hann upp á bláu. Pétur setur hann niður, þar sem að Hilmar býður. Hei! En þetta var mjög vel gert hjá Fjölnismönnum. Sýnist SA-menn eitthvað vera ósáttir við þetta. Veit ekki alveg hvað það á að vera. Kapteinar voru eitthvað aðeins að ræða við dómarana. Við veitum ekki alveg af hverju, en Held að SA-menn vilja meina að hann hafi staðið inn í krísunni hjá Roberti þegar hann skoraði. Robby og Falur eru í face-offinu og eru að bíða eftir að fá að byrja leikinn, myndi ég nú bara segja. Dómararnir eru ennþá eitthvað að ræða við fólki í boxinu, þannig að við bíðum bara í smá. Jæja, núna byrjar þetta. Robby vinnur þetta, beint á Orm. Ormur upp á Pétur. Vinnar dömpunum inn. Robby kominn í góða pressu, nær pöknum. Það er allavega eitthvað smá bardagi hann þarna. Heyrðu, hei! Já, þetta var rétt hjá þér. Já, þetta er dómur, algjörlega. Þetta var fullmikið hjá honum Viktori. Já, það er holding dóm. Hann er eitthvað aðeins að kvarta, ég skil ekki alveg. Þetta er vel dæmt hjá dómurunum. Já, algjörlega rétt dómur sko. Þetta var alveg fullmikið hjá honum. Jæja, þá fá SA-menn annað powerplay. Sjáum hvort þið ná að jafna. Uni vinnur þetta upp á Orm. Yfir á Unnar. Unnar reynir sendingan hann í sloppið en hún fer í gegnum alla. Róbert komið fyrstur í pökkinn. Unnar kom með pökkinn, setur hann á Robba. Já, og reynir skotið. Þetta var vel gert, mjög vel varið samt. Ormur kom með pökkinn upp á bláu, tekur skotið. Uni bara róluð með pökkinn, hann skítur. Já, Fjölnismenn á pökkinn nú, þetta var mjög mikið. Markmann búinn að vera mjög góður í þessum leik. Já, að vera algjörlega. Standa sig mjög vel. Já, missa bara pökkinn hann, en Uni nær honum og skautar upp. Falur dömpar honum. Jói með pökkinn. Skautar upp. Alla leið bara. Upp á, Robby. Haffi kom með pökkinn, setur hann yfir á Robby. Robby aftur að Haffa, Haffi setur hann yfir. Arnar tekur skot, já, það var engin fyrir fram markið. Og Fjölnismenn ná honum út. Arnar er með pökkinn, setur hann inn. Bjarmi kemur í pressuna. Missi kilvuna og, hörðu. Bjarmi er eitthvað, var hann svolítið pirraður á það. Þetta er bara rosalega tennst þarna. Jæja, 2 Bjarmar. Já, Jói með pökkinn, horfir, setur hann upp Bjarma. Vá, Bjarmi gerir mjög vel þarna. Flott vörn hjá Fjölni og þeir ná honum út. Vel gert. Já, þá er Viktor kominn aftur inn á og við spilum 5 á 5. Arnar þarna.
Kökkurinn kominn djúpt. Heiðar pressar og Andri nær bekkinum. Setur hann á Heiðar og hann nær ekki alveg bekkinum. Freyr skautar með pökkinu upp, setur hann yfir á Hektor. Aron í vörninni. Pökkurinn lausur frá markið, Bjarki setur hann upp á Heiðar. Heiðar kominn með pökkinn hann í sóknarsvæðinu. Vinnur hann vel. Það er bara enginn að hjálpa honum. Hektor nær pökkinum, skautar upp. Á móti Aroni setur hann yfir á... Kristján Hróar, hann skýtur og Vá, bara flott skot. skaut bara í loftinu eiginlega. Bjarki er með pökkinn, skýtur framhjá. En Unnar nær, eða það er einhver bát á þeim pökkinn. Unnar er með hann. Það er oft í, Unnar gerir mjög vel. já, Fer í pressuna. En þeir ná að koma honum út. Fjölnismenn, já, veip honum út. Pétur skautar aftur pökkinum. Gabriel í pressunni. Vel gert, flott reverse play á SA. Ormur skautar neðan. Já, kemst fram hjá Robba. Dömpar hann svo niður. Robbi er fyrstur í pökkinn, reynir sendingu á Unnar en nærið ekki alveg. Gabriel kominn upp með pökkinn og reynir sendingu á Hilmar. Og Hilmar nær honum. Ég er kominn með pökkinn í horninu. Kemst í burtu frá þeim hana. Heyrðu, þetta var flott verð hjá Ormi. Vel varið hjá Robba. Og pökkunum er út þá. Uni og Falur í face-offinu. Frekar jafnt en Uni nær að vinna hann tilbaka á Jóa. Og Jói fyrir bara sjálfur upp. Kannski fyrir hann bara alla leið. Já. Hann er allavega á leiðinu þáka. Bjarmi í pressinu á mótunum en Jói snýr hann af sér. Pökkurinn fór upp á Una á blálínunni. Setur hann aftur niður á Jóa. Jói setur hann niður á Bjarma, þar sem að Bjarmi fer í Bjarma. Mikil bátt að hann á miður ís. Ég skil ekki neitt hvað er í gangi hérna sko. Það er alveg smá æsingur. Það er svolítið mikið að gerast. En Robbi er með pökkinn. Dömpar hann bara inn. Hektor kominn í pressun á móti Daniel. Daniel gerir vel. Og pökkurinn er kominn á Marek. Marek, Já. Freyr nær honum og setur hann á Pétur. Og þá er Hektor kominn inn í svæðið. Fiskir með honum, skýtur, Daniel blokkar, vel gert. Heiðar, Arnar sendir upp á Haffa. Haffi fyrir með hann djúpt, Robbi í góðri pressu þarna. Það er eitthvað smá hana. Heiðar með pökkinn, setur hann upp á Ingvar. Ingvar aftur niður. Og Haffi er kominn aftur með Já, svaka tækli hann í Hektori, vel gert. Freyr setur hann upp á Birki, Birki er kominn 1 og 2. Mótið Daniel og Freyr er kominn með til að hjálpa. En Birki missir pökkinn, Heiðar gerir vel í pressunni. Og það er... Það var dómur. Á Andra. Já, ok, við sáum þetta nú reyndar ekki. Nei, ég veit ekki alveg hvað þetta var. Sjáum hvað dómarinn segir. Slassing dómur. Já, ok. Það er nú ekki merkilega um það. Nei. Þannig að Fjölnir fær powerplay. Matti og Jere í face-offinu og þetta er frekar jafn og Ormur kemur út úr svæðinu. Fjölnir
pökkinn, skautar inn í svæðið. Setur hann upp á Jere yfir á Robba. Robbi missir hann og Bjarmi er komin upp. Bjarmi nær honum út, vel gert. Mjög vel gert hjá Bjarma. Þá fara Fjölnismenn aftur að stilla upp. Robbi með pökkinn, setur hann yfir á Jere. Bjarmi þarna í pressinni. Fjölnisleikmenn eru mjög rólegir, eru ekkert að drífa sig í svæðið. Þarna smá árakstur. Og Jere aftur með pökkinn, setur hann yfir á Kristinn Hróar. Yfir á Frey. Freyr tekur skotið en Robbi ver. Skautar bara með pökkinn út. Já, hann ætla bara að gera þetta einn á móti 4. Þannig setur hann yfir á Arnar. Freyr nær pökkinum. Kannski ekki besta hugmyndin til að gera í PK en Freyr dömpar honum bara niður. Og Ingvar skýtur hann út svæðinu. Robbi með pökkinn baka markið. Hilmar, Falur, skautar inn. Og þá er Ormur komið með hann út úr svæðinu. Og það er stoppað hann, Róbert stoppar hann. Viktor setur hann yfir á Robba. Jæja, 5-5 aftur. Robbi grípur hann pökk og sendir hann á Orm. Og Ormur er kominn á stað. Andri í pressinni. Og það er icing. Þetta uppkast, Robbi með pökkinn, skýtur yfir. Þetta fór yfir en já, Fjölnir bara kom með pökkinn. Já, Robbi. Arnar setur hann inn en Falur nær honum. Robbi setur pökkinn niður á Jóa. Reynir sendingu á Unnar en hittir ekki spaðan og það er icing. Það var að uppkast í varnarsvæði SA. Já, Arnar með pökkinn. Setur hann upp á Robba. Góð vörn hjá Jóni en góð tilraun hjá SM-unum. Mikil baráttu um pökkinn þarna. Kristján Hróar og Hektor með hann núna. Robbi með góða pressu þarna. Jón setur hann upp á Hektor en Jói nær pökkinum. Setur hann yfir á Arnar og Arnar er bara komin á stað og fer inn í sóknarsvæði sjálfur með Bjarma og Bjarmi setur hann niður á Arnar aftur og Unni pikkar upp pökkinn. já, Birkir nær pökkinum út og Pétur er fyrstur í hann.
Fjölnisleikmenn komin úr svæðinu og Gabriel er komin í pressu á móti Pétri, en já, ok, það var icing. Markið. Já, markmann Kíl hafnaði magan bara. Markmaðurinn sýnist vera eitthvað meiddur, en Sýnist það nú samt að halda áfram. Hefur ekki verið neitt alvarlegt. já, bara klára leikinn. 6 mínútur eftir, cirka. Já. Nema overtime gerist. Já. Það getur verið spennandi. Pökkurinn baka markið, Andri tæklar að robba hana. Þetta er svo sem sjálfur, en Og það er icing. aftur. Búið að vera mikið icing í þessum leik. Heiðar og Jere í peysufinni. Pétur pikkar í pökkinn. Setur hann á haffa. Og Jere með góða pressu þarna. Setur hann inn í svæði og Greipur fer að pressa. Heiðar nær bekkinn minn en stoppaði hérna og Unnar skýtur honum bara á markið. Fjölnismenn skauta með pökkinn, reyna sendingun upp á Birki en Arnar er fyrir. Freyr með pökkinn, setur hann niður á Bjarma. Bjarmi. Já, Róbert er í pressunni. Bjarmi setur hann niður á Viktor en já, Unnar nær pökkinum. Dempar honum bara niður. Robby er fyrstur í pökkinn en Missir hann hana eitthvað aðeins og skýtur, hluti. Herðu! Arnar skorar! Þetta var vel gert hjá þess. Er fyrstur í pökkinn en Missir hann hana eitthvað aðeins og skýtur, hluti. flott mark og flott fagn. Já, þannig að staðan er 3-3. Ekkert smá jafn leikur, ekkert eðlilega spennandi. Það er svo gaman þegar leikir eru svona jafnir. Sammála. Jere og Unni í face-offinu og Pétur er farinn með hann upp. Marek og Jói saman í pressuna. Marek nær honum og setur hann, já, þarna.
móti, þetta var flott spil hjá þeim. Pökkurinn hann, bara átt að upp ramman. Nú bara enginn að reyna að ná pekkinum, er allir eitthvað að reyna að slá hvern annan. Unin er ekki alltaf minni. Setur hann niður á Orm, Ormur yfir á Jóa. Jói skauta með hann inn. Ekki mikið hjálp þarna. Hilmar nær pekkinum, skauta með hann út, setur hann á Jereb. Og Gabriel er kominn hann að markinu, en Pétur ítir hann í burtu. Ég misti nú alveg að þessu. Já, ég En það er allavega dómur á sá þetta fjörni. ekki. Marek er með pökkin. Tómas Ver, Jói með pökkin. Og Marek er aftur kominn pekkin, situr hann á Heiðar. Heiðar yfir á Orm. Þessa menn er orðið 6. Nei, Og ok. þarna. Já, interference dómur. Ég sá bara ekkert að gerast. Ok, það er powerplay fyrir SA Víkinga og Fjölnismenn ná þessu út. Heyrðu, Er kominn, já, ok. flott vörn og Unnari. Unnar gerir mjög vel þarna. Jón Albert nær pekkinum og hann dömpar honum. Robby Hafberg skautar með pekkinu upp. Hann Já, er búinn að bara gera það alltaf leið. sjálfur. Setur hann á Unnar. Unnar gerir mjög vel að snúa hann í burtu. Ormur komið með hann, setur hann niður á Unnar. Uni, já, Fjölnir næður sem ekki út. Sturla, dömpar honum. Ormur með pekkin, setur hann á Unnar. Uni á móti Bjarma, Bjarmi með góða vörn þarna. Alltaf eitthvað vissin að þessum. Já, alltaf þessi tveir. Arnar reynir sendingun á var Jóa, en mjög- hann er ekki alveg. Bjarmi K. skautar með pökkin inn. Setur hann upp á Robby. Robby á Arnar. Og Arnar tekur skotið. Og vel varið. Já, vel varið á Tómasi. Herðu. Hector og Haffi eitthvað, eða aðalega Hector eitthvað að rífa sig. Já. Það er eitthvað rosalegt hérna. Já, þetta er spennandi leikur, Já, sko. þetta er Þetta það. alveg... Það var það Robby á móti Fal í face-offinu. Falur vinnur þetta. Það verður sammála hana. Já, já. Arnar kom með pökkin. Skítur. Jón Albert nær pökkin út, Birkir er að skauta og pressa á Arnar. Arnar gerir vel. Jói kom með pökkin. Arnar setur hann upp á Haffa en hún fer bara alveg gegn en Robby er fyrstur þannig að það er ekki næsing. Já. Ok, hjálmurinn farin að. Þess að hjálminn. Og Haffi skorar. Vá. En Robby er fyrstur þannig að það er ekki næsing. Já. Ok, hjálmurinn farin að. Þess að hjálminn. Og Haffi skorar. Vá. Þannig að staðan er þá. En Robby er fyrstur þannig að það er ekki næsing. Já. Ok, hjálmurinn farin að. Þess að hjálminn. Og Haffi skorar. Vá.
Haffi tekur fagnið eins og Diego Jota gerði þegar hann spilaði með Liverpool. Inn yfir bökki. Baka markið. Bara að reyna að drepa tímann. Pétur með hann. Dömpar Jón Albert nær honum. Setur hann inn í svæðið. Freyr á móti Ormi þannig í hóttinu. Fjölnismenn púlla markmanninn. Komnir 6 á 5. Hyrðu. Þetta var framhjá. Nær, já. Jón Albert nær að halda honum inn í svæðinu. En þeir get... Kemur Bjarmi, þetta var vel gert. Marek kom með bekkinn hana. Kristján Hróar. Vel þetta. Heyrðu, 10 sekúndur eftir. Ekkert smá spennandi. Dómer á Essa. Marek. Ok. Þeir geta nú alveg skórað á 7 sekúndum sko. Já, það er allt mögulegt. Sérstaklega er alltaf að vera 6 sko. 6 og 4. Já. Þeir hafa möguleika á að jafna. Sem gerir þetta bara mjög spennandi. Já. Fjölnismenn ætla að vera 6 á móti 4. Þannig að við sjáum hvað gerist. Fá uppkast í varnarsvæði Essa. Essa vinnur uppkastið. Og... Já. Herðu, Þetta er bara búið. þetta var nú geggjað leikur. Það er ekki hægt að kvarta, sko. Nei, þetta var spennandi og mikill pirringur og hitti í mönnum. Já, það gerir þetta nú bara enn skemmtilegra. Já. En hérna, við þökkum fyrir okkur. Já, og við viljum vinna á kvennaleik Essa gegn Fjölni á Robby fortjekkar. Birkir fer upp með pökkinn fyrir Fjölni og skýtur. Robby reynir sendingu hana en Freyr kemst í hana. Fjölnisleikmennir eru búin að vera mjög sterkir í pressun í varnarsvæðinu. Herðu! Birkir nær pökkinum, fer fram hjá Pétri. Þeir eru 2 á 1. Held ég. Voru í fyrstafinu. Unnar með pökkinn, tekur skotið en það er Kilva fyrir. Já. Nei, setur hann upp á bláu. Pétur situr hann niður, það sem að Hilmar býður. Hei! Fyrstur í pökkinn en... Missir hann hana eitthvað aðeins. Og skýtur... hluti. Herðu! Robby er fyrstur þannig að það er ekki næsing. Já. Ok, þjálfurinn farin að. Þess að hjálp.